Forvarnastarf gegn hjarta- og æðasjúkdómum byggist fyrst og fremst á tveimur grundvallarstaðreyndum. Í fyrsta lagi að sjúkdómslíkurnar hafa tengsl við lífsstílsþætti sem hægt að breyta og einnig lífeðlisfræðilega þætti eða stærðir sem hægt að breyta eins og til dæmis blóðþrýsting. Í öðru lagi að þá það margsannað að ef að dregur úr vægi áhættuþátta eins og til dæmis kólesteróls eða reykinga og svo framvegis að þá minnka einnig líkurnar á því að menn fái hjartaáfall. Kransæðasjúkdómur og allir raunverulega æðakölkunarsjúkdómar í eðli sínu flóknir sjúkdómar þar sem flókið samspil erfða og umhverfis. Og það eru margir erfðaþættir og það eru margir umhverfisþættir sem koma við sögu. Það eru lífsstílsráðleggingar sem að menn hafa komið sér saman að skipti máli og gera gagn eru hins vegar í eðli sínu mjög einfaldar og eru raunverulega bara þær þríþættar. Það er í fyrsta lagi, það er reykleysi, öðru lagi það er reglubundir hreyfing og í þriðja lagi það er hollt mataræði. Reykleysi liggur nú eiginlega á borðinu og er ekki lengur umrætt vegna þess að tóbaksreykingar tengjast svo mörgum sjúkdómum, en það er kannski rétt að hafa það í huga að við það eitt að hætta að reykja lækka líkurnar á því að fá kransæðaáfall helming á einu ári. Hreyfing hefur sýnt sig að hafa mjög margþætt holl áhrif á blóðrásarkerfið. Það bætir starfskilyrði hjartans, það hefur góð áhrif á starfsemi æðaþelsins, það dregur úr bólguþáttum og það hefur mjög hagstæð áhrif og ýmsa aðra lífefnaferla eins og blóðfitu, efnaferla, blóðsykur og svo framvegis. Þannig að reglubundin hreyfing er allir á einu máli að sé jákvæð lífsstílsbreyting. Ef við komum að mataræðinu þá það heldur flóknara og það margt eiginlega mörgum spurningum ósvarað. Samt held ég að flesti geti samanast tiltölulega einfaldar meginreglur og ég held ég geti fullyrt að allar þær stofnanir eða samtök sem láta sig þetta mál varða skrifa undir það sem ég ætla að segja núna. Það í fyrsta lagi að fyrsta lögmálið er fjölbreytni. Með fjölbreytni fæði leysast marg vandamál eins og til dæmis flest áhyggjuefni vítamín, snefilefni og svo framvegis. Í öðru lagi það hófsemi, bæði almenn hófsemi gagnvart kaloríinnihaldi í mataræði og síðan hófsemi gagnvart sérstökum fæðutegundum. Og þar eru efst á blaði salt, sykur og önnur fín kolvetni, mettuð fita sem hækkar kólesteról og eykur þannig áhættu á kransæðasjúkdómi og þar kannski sérstaklega vara við unninni kjötvörur sem er rík af slíkum efnum. Og síðan er almennt ráðlagt að forðast algerlega transfitur sem eru sérstaklega slæmar fyrir æðavegginn, skemma hann og kynda undir æðakölkun. Það sem hins vegar mælt með og hvatt til aukinnar og mikilvæg ríkulegra neyslu af grænmeti, það ávextir, það fiskur og gróf kornvara. Og við getum fullyrt að góðu fréttirnar í þessu öllu saman að það ekki verið að hvetja til einhverja mikilla afneitana eða meinlætis, þvert á móti. Í þessum lífsstílsráðleggingum sem hér mælt með hægt að halda veislu á hverjum degi.